Velkomin á samkomu Fíladelfíu í dag. Við viljum að augu okkar sé opin, fyrst og fremst að hjarta okkar sé opið fyrir öllu því sem að Guð vill gera í dag. Amen. Þið mig bjóða hvert annað velkomið, heilsið svona tveim, þreim sem í kringum okkur standa. Drottinn blessi þig mjög falleg kveðja hér í dag. Og við ætlum að syngja sálm sem að byrja á þessum orðum göngum til lausnarans grafar. Það á vel við á páskadagsmorgni. Og við rísum öll á fætur og hlustum á hana Maríu. Það voru minnst tvær Maríur sem gengu að gröfinni á fyrsta páskadegi og þá á vel við að hún lesi texta dagsins. Komið blessu og sæl og gleðilega upprisuhátíð. Mér sönn ánægja að fá að standa hér í dag og lesa hana nöfnu mína og ég ætla að gera það úr Jóhannesa Guðspjalli 20. kafla og frá 11. versi í Jesú nafni. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina, sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segi við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún hélt hann væri graskasvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesú segi við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabbúni. Rabbúni þýðir meistari. Jesú segi við hana: Snertu mig ekki, ég er ekki enn stigin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar.
María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð Drottinn. Og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Þvílíkur fagnaður boðskapur og ég get svo sannarlega tekið undir með henni nöfnu minni og sagt: Ég hef séð Drottinn. Og ég veit hvar hann er. Ef að þú ert í vafa, sagt þér hvar hann er að finna. Hann er hér og vill finna þig. Amen. Við skulum biðja saman og ég trúi því að við séum mörg með bænarefni í hjörtum okkar, þarfir og langanir, þrár, og Drottinn hann veit þetta allt og hann sér hjört okkar. Og ég þakka þér fyrir það svo innilega, elsku Jesús minn, að þú ekki bara dóst á krossinu fyrir okkur, heldur reistu upp og í dag ert þú lifandi og þú biður fyrir okkur við hlið föðins og ég þakka þér það svo innilega, Drottinn Jesús. Og ég þakka þér fyrir að ég fikk að meðtaka þig sem frelsara minn og ég þakka þér fyrir að þú hefur verið með mér í öll þessi ár á hverjum degi og þú er aldrei yfirgefið mig, þú er aldrei skilið mig eftir og ég hef alltaf fengið að vita hvar þú ert, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir það, elsku Jesús, og ég fel þessa stund hér í þínar hendur, Drottinn minn. Þakka þér fyrir allt þetta fólk sem er hér í dag, Drottinn. Og ég bið sérstaklega, langar mig að biðja fyrir krökkunum sem að ætla að meðtaka blessun frá þér í dag, Drottinn minn. Og ég biðist bara að líf þeirra með endurspegla þig frá þessum degi og allt til enda, Drottinn. Og ég bið Jesús minn að þú gefur okkur í dag hverju einu sem hér erum, opin hjörtu, með meðtaka það sem þú hefur fyrir okkur hér í dag, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús. Og mér langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem eru sjúkir, Drottinn. Og ég biðist bara, Jesús minn, að upprisu kraftur þinn megi gera hvern og einn heilan í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú tókst ekki bara syndirnar okkar upp á krossin, heldur líka veikindi og sjúkdóma og erfileika, Drottinn minn, til að við mögum vera frjáls og heilbrigð. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús. Ég þakka þér fyrir allt það sem við eigum í þér, Jesús. Og ég lofa nafnið þitt og ég tigna þig og vekk sama þig. Og ég vil bara segja þér það, Drottinn Jesús, að ég elska þig. Og ég þakka þér fyrir það, Jesús, að ég get sagt það. Jesús er Drottinn í mínu lífi. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn. Og ég bið þess að hver og einn sem hér er, megi fara út með það. Að við getum öll sagt, Jesús er Drottinn í mínu lífi. Af fullri alvöru og fullri einlægni. Og ég lofa þig fyrir það, Jesús. Og ég þakka þig fyrir það, Drottinn, að það er bara ávinningur af að fylgja þér. Það er hvergi tap eða nokkur það sem við þurfum að borga fyrir, Drottinn. Ég lofa þig fyrir það, Jesús. Þakka þig fyrir það, Jesús, að þú lifir. Þú lifir í dag. Amen. Amen. Ég með aðeins þjappa ykkur saman. Ef það er einhver lausæti inn í röðunum, með þið færi ykkur kannski svo að laususætin verði við gangana. Nú ætlum við að syngja. Þið megi setjast en ég trúið ekki að þið sitja undir næsta sálmi. Það er sálminn sem að ég býð eftir. Alveg eins og heimsumbólum jól, þá býð ég eftir minn Drottinn reis og dauðum á páskum og nú syngjum við hann. Af öllu hjarta, öllu mætti, af allri sálu. You
Amen. Hann lifir. Sannarlega. Við erum með marga góða gesti hér í dag. Nú með í fákusæti. Páll Rósinkrans ætlar að koma og syngja með okkur. Lag sem hann söng fyrst með þessum hóp og ennþá stærri hóp sem heitir Mín sanna von. Og við bjóðum Páll Rósinkrans velkomin. Gjör svo vel. Góðan daginn og gleðilega hátíð. Mín sanna von. Sterki klettur Kristur þó komi flóð ei sandur ber
Mín von á traustu bjarg byggð, með blóði Jesú hún tryggð. Guðs son, mín sanna von. Ó já, ég elska Jesú, mín von. Dýrsi Guði, takk fyrir. Frábært. Gleðilega hátíð. Gleðilega upprisu hátíð. Hann lifir. Amen. Amen, hann lifir. Jesús lifir. Halleluja. Nú ætlum við að hafa unglinga blessun. Og ég ætla að biðja unglingana sem að við höfum verið með í vetur að koma hingað upp til mín. Þetta góður og flottur hópur. Þau hafa verið 18 með mér, með okkur, það verið fleiri kennarar. En það ekki allir sem ætla að vera hér í dag. Það verður aftur næsta sunnudag þegar einhver eru bæði erlendis og hérlendis. En get ekki verið með okkur hér í dag. Nú ætlum ég að biðja okkur að stilla ykkur hérna upp. Þetta hefur verið ákaflega gaman að fá að vera með þessum flotta, yndislega hópi. Og ég verð bara að segja við ykkur foreldrar, þið getur svo sannarlega verið stolt af börnunum ykkar. Þið eigið frábæra unglinga. Svo, já, gefum gott klapp. Það sko alveg. Það hefur verið alveg einstaklega gaman að vera með þeim á þessum vetri og við fórum einn sólarhring út af bænum, fórum austur í Fljótshlíð, austur í Kirkjulækjarkot og áttum þar alveg frábæran sólarhring. Ég komst lítið áfram með efnið því að þau spurðu. Þannig að, já. Það segir í orðskviðunum, 20. og öðrum orðskvið. Og það í 7. versinu, það segir, fræð hinn unga veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Þetta það sem ég fekk sjálfur að upplifa. Mér var kennt sem unglingur strax að feta veginn með Jesú, gera hann að mínum frelsara, gera Jesú að mínum leiðtoga lífs míns og það það sem ég valdi bara ungur og núna þegar ég orðin gamall maður. En ég fíla mig í botn með unglingunum. Þá þekki ég veginn og veit hvert ég á að leita þegar bæði gleði og sorg. En það hafa verið margir góði kennarar með okkur í vetur og ég ætla að biðja bara kennarann að koma hingað upp til mín. Þannig að við séum bara tilbúin og eftir að blessa þið. Biðja kennarann sem að hafa verið með okkur að koma hingað upp. En unglingarnir, þau eru búin að það voru miklu fleiri kennarar. Þannig að verið bara ófeimin og komið hingað upp. Þau hafa lært minnisvers, krakkarnir, og ekki bara eitt heldur hafa þau lært alveg minnisvers til 10 minnisvers. Hérna eru þau held ég 10, 2, 4, 6, 8, 10 í dag. Og þau ætla að fara hvert og eitt með sitt minnisvers. En ég segi þau eru búin að læra þau öll 10. En svo þetta deildum bara niður. Þannig að ég veit alveg að þau eru stressuð. Ég þekki það af eigin raun að vera svolítið stressaður. Þannig að ég veit að þau hafa sofið illa í nótt. Sum þeirra. En ég segi bara, heyrðu, við bara slökum á og ef þau mun ekki byrjuna þá hjálpa ég þeim. Ég hef með þetta skrifað.
Þannig að, heyrðist, já, fyrir krakkana, já. Þannig að nú ætla ég að biðja þau að segja sitt minnisvers og ég ætla að byrja á honum, svo ég hafi þetta réttir röð hérna hjá mér, á honum Óskari Andreas. Já. Þú ert segja þitt minnisvers. Hæ? Sem ekki gullmaðurklám. Hvað svo? Ég heyri ekki. Já, bara halda. Það sem þið vilja að aðri gjöri þér, það skal þér gjöra þeim. Amen. Þetta var gullna reglan. Amen. Flott, já, Guð. Svo þið byrja hana Nönnu Ómarsdóttur að koma hingað. Nanna, hann hún. Jósua 24:15. En líki yfir ekki að þjóna drottni. Kjósið þá í dag hvernig þið viljið þjóna. Hvort heldur Guðinum sem forfyrir ykkar þjónuði handan Efrat eða Guðum Amoríta en í landi þeirra búið þið nú. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Amen. Frábært. Amen. Svo þið byrja hana Silvíu. Hvað með Jóhannes 3:16? Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engedinn, svo því að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur að vegi evigt líf. Amen. Frábært. Svo hann Dóra Kristný. Sálmur 119:5. Og breytni mín mætti vera staðföst svo ég varðviti lög þín. Amen. Frábært. Svo ætlar hún Heiða Kristins að koma hingað. Sálmur 119:9. Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum með því að gefa gaum af orðið þínu. Amen. Svo fæ hann Elmar Eli. Hvað er það ekki? 119:105. Okay. Þitt orð Jú. Já. Þitt orð er lamp á fótum minn á ljósveginn mínum. Þitt orð er lamp á fótum minn á ljósveginn mínum. Alveg hárrétt. Og svo er hann Ásta. Sálmur 23:1-6. Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötnum. Leiði mig að vötnum. Það sem ég má næðis njóta. Það sem ég má næðis njóta, hann hressi sál mína, leiði mig, leiði mig rétta vegu. Leiði mig rétta vegu. Já, leiði mig rétta vegu fyrir sakir nafsins, jafnvel þótt ég farum dimmanda, láttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafir huggar mig, þú býr með boð frammi fyrir fjandum mínum, þú smið höfuð mitt með olíu. Vika þinn er barma fullir, já gæfan á það fylgja þér alla við daga mína, í húsi drottsins bý ég langa ævi. Flotti krakkar. Svo er hann Helena. Mattheus 1:21. Þú veist að já, getur verið að segja. Manstu hvað þetta stendur? Já. Mattheus 1:21. Og hún er son Allah og hann skaltu láta heita Jésu því hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Mattheus 21. Amen. Svo er hún Eva Margrét. Eva Margrét hefur verið með okkur svona í gegnum Skype. Hún býr í Nóri, þetta er dóttur mín. Ég er ekki dóttur mín. Já, þú ert næstu bara afastelpa mín. Og hún hefur verið með okkur á Skype, búið í Nóri og Erna og Ester Sara ætla að syngja einu eftir. Og þú ætla að segja? Matteus 22:37-40. Elska skalt þú drottinn Guð þinn að öllu hjarta þínu, allri sáli þínu og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og boðorðið. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálu og spámennirnir. Amen. Frábært. Og svo höfum við hérna eftir Harran Edgar Gylfi. Edgar. Rómverjabréf 10:9-10. Ef þú trúir ef þú játar að Jesús hafi
Ef þú játar með munni þínum. Ef þú játar með munni þínum að Jesús er drottinn. Lestu þetta bara. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndi hólpinn verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Amen. Þau kunna þetta allt saman, það bara sem þú getur byrjunum verið erfið. Við þekkjum það öll þegar við vorum í prófum, það ekki? Jú. En við notum alveg frábæra bók í vetur, fyrsta skipti sem heitir Con Dios eða Guð með oss, og þetta er sama bók og reyndar þjóðkirkjana að nota, en hefur verið ákaflega gaman að kenna þeim og fræða þau í þessu. Og ég eiginlega bara svona sakna svolítið, það var svona frákallseinkenni á mér að hætta núna með þessum flottu krökkum. En þau ætla að halda áfram, eru byrjuð í unglingastarfinu og flestir eru búin að taka niðurdýfingarskírnina, nokkur eiga eftir og ætla að gera það aðeins síðar. En mér langar bara að við rísum á fætur öll núna. Og við blessum þessa flottu unglinga. Þau eru að ganga inn í erfiðan aldur og við skulum sameinast í bæn fyrir þeim og blessa þau. Þannig ég beðan Helga Guðnason um að biðja fyrir þeim og blessa þau. Amen. Við skulum sameinast í bæn. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fá að koma fram fyrir augliti þitt í dag í Jesú nafni. Og þakka þér fyrir máttin í því þegar kirkja þín sameinast og biður í Jesú nafni. Þakka þér þú kallar okkur til þess að blessa Drottinn minn. Og Faðir, nú vil ég biðja fyrir þessum úlingum einum og sérhverjum. Drottinn minn, ég biðum að þú blessir þau. Ég biðum að þú varveitir Drottinn minn. Faðir, ég biði í Jesú nafni að nærvera þín megi umlykja þau Jesús. Ég biði Drottinn minn að þú varveitir huga þeirra Drottinn og hjörtu þeirra Jesús. Jesús minn, ég biði að máttu fá að kynnast þér Drottinn minn persónulega. Og Jesús minn, við viljum blessa þau Drottinn, blessa þau heilsu þeirra og líf Drottinn, blessa þau nám þeirra Drottinn, gefðu þeim rétta vini Drottinn minn, hjálpa þeim að velja sér rétta vini í lífinu Drottinn, varveittu þau og venda þau Drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir að mörg þessara krakka hafa gjafir til að bera Drottinn sem þú vilt að þau noti til að blessa kirkju þína Drottinn, til að blessa landið okkar Jesús minn og til að blessa heiminn. Og Faðir, viljum blessa þau í Jesú nafni. Drottinn, megi þín góði vilji verða. Þú segir í þínu orði, ég þekki þær fyrirætlanir sem ég við hyggjum yður. Fyrirætlan til heilla en ekki til óhamingju, til að veita ykkur vonaríka framtíð. Og Faðir, í Jesú nafni biðum við í dag, verði svo í þeirra lífi. Verði þinn vilji og tilkomið þitt ríki. Í nafni Jesú Krist blessum við þau, séu þau blessuð í Jesú nafni. Amen og amen. Gefum þeim einu sinni enn gott klapp, þessu flottu krökkum. Amen. Amen. Guð blessi ykkur. Amen. Nú ætlum við að fá söng frá Ernu. Gaman að hafa þau hérna með okkur í dag, Ernu og Óla og börnin þeirra. Þannig að það er alltaf komið upp meðkundar og syngja fyrir okkur núna. Takk fyrir krakkar, Guð blessi ykkur öll. Já, nú veit ég ekki Hvað þá? Komið sæl, gaman að sjá ykkur öll. Yndislegt að vera hér. Við höfum ekki komið til Íslands síðan við fluttum og það er að verða 2 ár síðan. Þannig að það er bara frábært að vera með ykkur í dag. Við ætlum að syngja lag úr bíómynd eða teiknumynd sem heitir Prince of Egypt eða Egypski prinsinn og heitir When You Believe. Og það er nú einu sinni þannig að Guð hefur gefið okkur fullt af fyrirheitum, fullt af loforðum. Og við þurfum ekkert mikið annað en að trúa að þá getum við gengið inn í það sem að Guð hefur fyrir okkur. Og það er ýmislegt sem getur gerst þegar við trúum. Many nights we prayed.
áður en Vörður kemur hérna upp og talar til okkar, þá ætlum við að syngja eitt nýtt lag. Það er nýtt hér minnsta kosti með nýjum texta íslenskum. Það er komið frá Hillsong og heitir á upprunalega málunu ensku, heitir það Healer. Og við ætlum að syngja þetta í þýðingu Guðlaugs Gunnarssonar, texta sem heitir Þú einn mér uppi heldur. Við njóta og læra og þetta verður eitt af þessum lögum sem við munum syngja á komandi vikum og mánuðum.
söngum dýrð og heiður, fyrir allt sem gafstu mér. Þú gafst lífi mínu til gagns, lífi fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng Herra kær. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisinn í þér. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þyngri lest. Nú ég geng með þér hvern dag og hverja stund. Ég hvet til þín í lofgjörð, að syngja þér minn söng, söngum dýrð og heiður, fyrir allt sem gafstu mér. Þú gafst lífi mínu til gagns, lífi fullri gnægð, og nú ég þrá að syngja þér minn lofsöng Herra kær. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisinn í þér. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þyngri lest. Nú ég geng með þér hvern dag og hverja stund. Þú ert faðir allt sem lifir, upprisinn í þér. Þú ert sá sem gekkst í burt frá tómri gröf þann dag, og þú leystir allt þitt fólk með frels og þyngri lest. Nú ég geng með þér hvern dag og hverja stund. Kem til þín í lofgjörð, að syngja þér minn söng, söngum dýrð og heiður, fyrir allt sem gafstu mér. Halleluja, amen. Amen. Yndislegt að mega vera hér í dag. Þið sem eru að horfa á sangkomuna eða hlusta á hana, gleðilega hátíð, gleðilega upprisu hátíð. Og Guð blessi ykkur öll, styðji og styrki. Það er fullt af krökkum hér í dag. Nú ætla ég aðeins að spyrja krakkana, fenguð þið páskaegg í morgun, krakkar? Er einhver hér sem fekk ekki páskaegg? Ha? Ekki plata, það má ekki plata. Allavega ekki í Guðshúsi. Er einhver sem fenguð ekki páskaegg? 1, 2, 3. Komið hingað og fáið þið páskaegg. Gjörðu svo vel, hlaupið hingað til mín. Sjáðu, hún fekk ekki páskaegg í morgun. Gjörðu svo vel, elska mín. Gleðilega hátíð. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, elska mín. Gleðilega hátíð. Pókinu tómur. Já, það er ekki alltaf allir sem fá páskaegg. Talandi páskaegg. Við Ester eigum 10 barnabörn
og gaman að sjá flest þeirra hér í dag. En þegar eitt af barnabörnunum okkar var svona 4-5 ára gamalt, þá spurði hann mömmu sína páskana, af hverju mamma höldum páskana? Og mamman þurfti að útskýra hvers vegna páskandi væru. Af hverju Jesús kom, hann tók okkar syndir á sig, hann var gerður að synd vor vegna, hann var krossfestur, hann dó, hann var lagður í gröf og hann reis upp á ný. Og þetta nægði stráknum að fá þessar útskýringar og svo á páskadag þá fekk hann sitt páskaegg. Og hann tók tappan úr páskaegginu, fekk mömmu sína til að taka tappan úr og síðan borðaði hann allt nammið úr páskaegginu og sérstaklega gúmmíið, það er það sem hann elskaði mest. Og síðan þegar hann var búinn með allt nammið, þá hrópaði hann á mömmu sína, kallaði mamma, mamma, komdu og sjáðu, gröfin er tóm. Það er hægt að leika sér að páskaeggi. Það er hægt að njóta páskana á svo marga vegu. Jafnvel þeir borðum páskaegg. Gröfin er tóm. Og það er það sem ég ætla að tala í dag. Gröfin er tóm. Amen. Hann er upprisinn. Hann lifir í dag. Og það er það sem er svo yndislegt. Jesús, hann lifir í dag. Þegar ég var í Ísrael eitt sinn, ég hef búin að vera 2 ára í Ísrael, og þá fór ég inn í garðinn Gordon Golgata. Það er ekki alveg öruggt að þetta hafi verið staðurinn sem að Jesús var settur í gröfina, en þegar maður kemur allavega inn í þennan garð og gengur inn í gröfina í Gordon Golgata, að þá upplifum maður svona nærveru Guðs. Grasgarðurinn þarna og ganga síðan inn í gröfina. Sjá staðinn, jafnvel það sem að Jesús gæti hafa legið, og svo þegar maður komin inn í gröfina og snýr sér við og er leiðin út, þá stendur á skilti við gravarmunnan, þegar maður gengur út, hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Amen. Og þegar ég stóð þarna inn í þessari gröf, þar sem Jesús gæti hafa verið lagður og reis upp, þá fylltist þér svona bara nærveru Guðs, bara lotningu. Takk Jesús fyrir að þú tókst mínar syndir á þig og þú reist upp. Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Amen. Við sungum hér áðan hennan yndislega sálm. Hann lifir, hann lifir. Það byrjar fyrst af þessi, minn drottinn reis frá dauðum. Í dag er hann á jörð. Þótt veröld ekki viti, það veit hans litla jörð. Ég lít hans líknar hendur, hans ljúfu heyri raust. Í allri eymd hann hjálpar, hann á mitt traust. Og svo kemur kórinn. Hann lifir, hann lifir, hann lifir enn í dag. Hann leiðir mig lífsins stig og léttir þungan hag. Hann lifir og leysir syndabönd. Í hjarta mér hans andi er og orð hans mér við hönd. Þetta er stórkostlegt. Jesús lifir. Amen. Hann lifir í mér. Amen. Hann lifir í mér. Það er það sem er svo yndislegt. Jesús lifir ekki bara í mér, hann lifir í þér. Amen. Og það eru milljónir einstaklingar sem hafa fengið að reyna upprisu kraftin. Ég ætla að stytta ræðu mína dálítið mikið í dag, þannig að hoppa hérna yfir heilan helling, að klukkan er orðin margt. Halleluja. Amen. Nú bara þarf ég að finna það. Hvað er ég að fara? Í Rómarbréfinu, hoppum þákað. Í Rómarbréfinu segir, og í 8. kapítalinu versi 11, ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama yðar lifandi.
Halleluja. Hann mun gera lifandi með anda sínum sem í yður býr. Amen. Þvílíkt. Að fá að upplifa, upprisu kraft frelsarans. Það er það sem er svo stórkostlegt. Það er það sem breytir öllu. Það gefur eiginlega lífinu þannig gildi að það fer úr mínus í plús. Amen. Það er það sem gerist. Þeir fáum að upplifa Jésu Krist. Þeir fáum að sjá hann eins og María var að lesa í dag. Þeir fáum að sjá Jésu. Fáum að upplifa hann, reyna hann. Fáum að sjá hann innra með okkur. Jésús lifir. Sami krafturinn sem reisti Jésu upp frá dauðum býr í þér. Amen. Halleluja. Þessna getum við fagnað. Þessna getum við glaðist. Þessna getum við dansað hann lifir. Í Efesubréfinu 1. kapítólu versi 17 segir: Ég bið Guð drottins vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa yður anda speki og opinberunar, svo að þér fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálasjón yðar, svo að þér skiljið hversu von sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu. Og svo kemur versið. Og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setja sér til hægri handar í himini hæðum. Og var hverri tign og valdi og mætti og var öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessar veröld heldur og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur hans. Hann lifir. Jesús lifir. Hann lifir í mér. Sami upprisu krafturinn sem reisti Jesú frá dauðum býr í mér og þér. Amen. Þessna getum við fagnað. Þessna getum við svo sungið þetta. Hann lifir, já, hann lifir enn í dag. Amen. Þessna fyrirverði mig aldrei fyrir fagnarendið Jesú Krist. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Amen. Svo við höfum ástæðavinir til þess að fagna. Við höfum ástæða til þess að gleðjast á páskadagsmorgun að Jesús reis upp. Ég hef séð hann. Ég hef fengið að reyna hann. Ég hef fengið að upplifa hann. Ég hef fengið að finna upprisukraft hans. Hvernig hann hjálpa mér í gegnum erfiðleika, hjálpa mér í gegnum sorg, hjálpa mér í gegnum kvíða og ótta. Já, við fáum öll að upplifa það. Við fáum öll að reyna kvíða, fáum að reyna ótta. Stundum læðist hann inn í líf okkar eins og þoka læðist inn í dalinn. Við höfum öll fengið að upplifa þetta. En þá getum við snúið okkur til hans sem ofar öllu öðru. Sem hvert einasta kné þarf að beygja sig fyrir. Það er nafni Jesús. Jesús sem reis upp frá dauðum. Sem lifir í dag. Amen. Og við getum glaðist. Hann lifir í dag. Svo við getum haldið áfram páskadaginn og haldið áfram út árið. Jesús lifir. Og spurningin lifir hann í þér? Hefur þú fengið að reyna upprisukraft Jesú Krist? Ef ekki, vil ég bara segja við þig, eftir hverju ert að bíða? Eftir hverju ert að bíða? Taktu á móti honum. Leyfðu honum að koma inn í lífið þitt. Leyfðu honum að umbreyta lífið þínu. Leyfðu honum að koma inn. Og þannig þú fáir að reyna og upplifa upprisukraft hans. Amen. Það verið hefð þessara kirkju að gefa páskaegg í öll fangelsi á landinu í 35 ár. Í 35 ár. Og það var, núna þegar ég fór upp í Hlaðgerðarkot og farið í páskaeggin þangað, talaði aðeins til þeirra sem þar eru meðferð og ég sagði að
ég fór á föstudaginn langa og við erum hér að halda hátíð, páskahátíð. Við erum að minnast föstudagsins langa þegar Jesús leið fyrir okkur. Og ég sagði við Jesú kross. Þá voru 3 konur meðal annars, miklu fleiri sem stóðu við Jesú kross, en við Jesú kross voru 3 Maríur. Maríur, það hétu allar Maríur. 3 Maríur sem stóðu við Jesú kross. Hétu allar María. Ein var María Magdalena. Og ég útskýrði að María var kannski sömu kringustæðum og þau sem voru núna og eru í meðferð í Lækjarkoti. Höfðu mist fótana og falli fyrir krumlu eiturlyfjana eða áfengis eða hvað sem það var. María var í þeirri stöðu að Jesús hafi rekið út af henni 7 illa anda. Þessi María stóð við Jesú kross. Síðan var önnur María, kona Klópa. María eða kona sem var háttsett í þjóðfélaginu, rík verslunarkona, verslaði með purpura og átti nógan pening. En þessi María, hún stóð líka við kross Jesú Krist. Og 3. Marían var móðir Jesú, María móðir Jesú. Þessi heilaga, þessi góða kona. Allar stóðu við Jesú kross. Á sama plani, sama stað. Það skipti ekki máli bakgrunnur. Það skipti ekki máli úr hverju þau komu. Það skipti ekki máli hverja þær voru eða hvað þær hétu. Það skipti máli að koma að krossi Jesú Krist sem syndari og iðrast synda sinna. Það voru fleiri sem kom til mér og eftir sögðu, takk fyrir þetta hjálpaði mér. Og þetta hefur hjálpað mér. Ég gleymi aldrei þegar við Esti vorum í meðferð við vorum að vinna á meðferðarheimili. Já, við vorum líka í meðferð. Vorum að vinna á meðferðarheimili í Noregi og ég stóð þar með þessum fíkniefnaneytendum og ég vissi að sumir voru morðingjar. Þeir höfðu sagt mér það, ég hafði sálgæslu fyrir strákana, Esti fyrir stelpunar. Margir þeirra komu úr skelfilegum kringumstæðum. Svo stóðum við þar og sungum Jesú kross, Jesú lausn, frelsi Jesú Kristi. Og ég man tilfinningana að ég sem fyrrverandi lögreglumaður stóð við hlið morðingja. Vitið, við Jesú kross vorum við öll jöfn. Skipti ekki máli bakgrunnin, heldur að koma til Jesú og fá að upplifa hann sem lausnara, sem frelsara. Hann lifir. Gröfin tómvinnir. Hann lifir í dag. Hann lifir í þér og hann lifir í mér ef þú tekið við honum. Þess vegna vil ég hvetja þig í dag til þess að taka á móti Jesú Kristi og leyfa þessum páskum að verða páskar lausnar inn í þitt líf. Mætti Drottinn blessa þig, mætti Drottinn styrkja þig og bara efla þig. Og upprisu-krafturinn enn til staðar. Mætti Drottinn blessa þig sem heima, hlusta sangkomuna og að fylgjast með. Guð styrki þig, mæti þér og leyfi og ég bara bið að sálasjón Drottins að fá að upplifa þessa blessun inn í líf þitt. Lausnina, frelsið Jesú Kristi. Mætti Drottinn blessa þig. Og nú ætlum við að ljúka sangkomunni, Hafliði tekur við og ég held að Páll að koma upp og syngja. En Drottinn styrki ykkur og áframhaldandi gleðilega upprisu hátíð. Amen. Í morgun þegar ég opnaði tölvuna þá eitt af því fyrsta sem ég sá var páskakveðja frá Andrei Králs. Fyrir ykkur sem komið hér reglulega á samkomur eða hafi komið á tónleika hjá gospelkórnum, þá hann einn af þeim sem við höfum sungið lögin hans í gegnum tíðina og hann að svara ýmiss konar spurningum líka sem fólk hefur spurt hann og eitt var spurningum lagið sem við ætlum að syngja núna í lok þessara stundar og Páll Rósengrans ætlar að koma og leið okkur í þessu lagi og við syngjum það síðan saman. Það heitir The Blood, blóðið. Og hann sagði þegar hann var 14 ára gamall
þá var hann að biðja til Guðs. Hann var byrjaður að spila í kirkjunni sinni. Hann var að biðja til Guðs að gefa sér lag. Og hann sagði 10 mínútum eftir að ég hefði lokið bæninni var lagið komið. Og hann segir, og nú hann rúmlega 70, hann segir, þegar ég lít á þennan texta og þetta lag í dag, þá veit ég að þetta var gjöf frá Guði. Textinn og uppbygging lagsins þannig að ég hefði aldrei 14 ára gamall geta gert þetta sjálfur. Svo nú ætlum við að syngja lagið The Blood eftir 100 Crowns. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary. The blood that gives me strength from day it will never lose its power. It soothes my doubts and it calms my fear. And it dries all my tears. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, and it reaches to the highest mountain. Oh, yes, and it flows to the lowest valley. Oh, the love that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh, it soothes my doubts and it calms my fear. Oh yes, and it dries all my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Oh,
Takk fyrir þetta, Valli. Takk fyrir þetta. Halleluja, amen. Amen. Við skulum ljúka þessari stund með því að biðja saman og biðja ykkur öllum að rísa á fætur. Halleluja. Faðir, ég þakka þér fyrir drottin að já, blóð þitt, það missir aldrei kraft sinn, drottin minn. Þakka þér fyrir að það er sama í dag, það er frelsandi kraftur þinn, Jesús. Ég lofa þig. Og nú biðjum að blessa einn og sérhvern sem að hér er í kirkjunni í dag, þeir sem er að hlusta á hana, þeir sem er að horfa á. Ég biðjum að mæta og snerta við hverjum einum. Drottin, takk fyrir að þú getur leyst þá sem eru djúpt soknir. Þú getur lyft þeim upp, drottin minn. Og takk fyrir að þú setur þá á klettin sem ert þú sjálfur. Og ég bið drottin minn þinn friðin í líf fólksins. Ég bið friðin í líf hvers einasta hér í dag og bið nærveru þína, drottin minn. Ég bið fyrir þjóðin okkar. Ég bið drottin minn fyrir ráðamennu þjóðarinnar. Ég bið að blessa drottin minn. Ég bið að gefa þeim visku og vísdóm til þess að höndla málin og gera rétt. Drottin minn, við biðjum blessun þína yfir þjóðin okkar og yfir drottin alla sem fara með völd. Jesús, þannig viljum við biðja blessun þína og bara leggja blessun þína yfir í Jesú nafni. Þakka þér, Faðir, í Jesú nafni og allur líðurinn sagði amen í Jesú nafni. Amen. Amen. Mér langar bara að minna á söfnuðina að það er aðalfundur safnaðarins núna á þriðjudaginn sem þriðja í páskum og klukkan 7. Þannig að hvet ykkur öll til að koma. Bless ykkur öll, takk ykkur fyrir samkomuna og samveruna hér í dag og eigiði áframhaldandi gleðilega hátíð í Jesú nafni. Amen. Við kveðjum hérðan frá sneisafullri Fíladelfíu í dag. Við þökkum þér fyrir samveruna. Frábært að þú skulir hafa verið annarkvort að hlusta á okkur eða horfa eða hvort tveggja. En næsta sunnudag klukkan 11 þá hvet ég þig til þess að koma og vera með. Sá Jesús sem við syngjum sá Jesús sem við vorum að tala í dag, hann er sá sem hann sjálfur sagðist vera. Og Jesús kom í þennan heim til þess að verða frelsarinn þinn. Og ekki bara til þess að verða frelsarinn þinn, heldur til þess að þú gengir með honum hvern einasta dag. Að þú hlustaðir á hann, að þú fylgdir honum og þú værir hans. Hann vill hjálpa þér, hann vill leysa þig, hann vill mæta þér og hann vill líka hjálpa þér til að verða öðrum til blessunar. Mér langar til þess að biðja fyrir þér örstutt. Jesús, ég þakka þér fyrir þá sem eru með okkur í gegnum tæknina í dag. Ég bið Jesús að þú heyrir bænir þeirra, að þú svarir þeim, að þú mætir þeim, leysir þá og frelsir, að nafni þeirra með vera skráð í lífsins bók. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert með okkur og ég bið að þú fyllir þessa kirkju af anda þínum og alla þá sem hún nær til. Í Jesú nafni. Amen. Vertu velkomin í Fíladelfíu næsta sunnudag klukkan 11 og fylgstu með okkur á filadelfia.is, þar finnur þú dagskráin okkar. Takk fyrir samveruna í dag og gleðilega páska.